Í þessu myndbandi ætlum við að fara við það hvernig á að grópa stein í hring. Að grópa er þegar steinn er settur í málm þannig að hann liggi flatur við yfirborð málmsins, þar sem að málm er ýtt yfir steinin sem heldur honum í. Áður en við festum steinin þá þurfum við að vera búin að fullvinna hringinn, annaðhvort mattan eða pólran. Til þess þurfum við einhvers konar kjarnara. Hér er ég með messingprjón sem hefur verið póleraður og er alveg flatur á framan. Gamlir brotnir borar sem hafa verið póleraðir í oddhvassa odda. Býflugnahax sem hefur verið rúllað upp úr ösku og er notað til að grípa steinin. Gamlan tannbursta. Rennimál. Kúlufræsa. Grafkúlu eða eitthvað annað álíka til að halda í steinin. Því næst mæli ég hringinn, hann er 1,85, mæli svo steinin, hann er 1,48, 1,5. Þumalputtareglan er að maður vill hafa 0,5 mm sikkur megin við, þannig að hringurinn ætti að vera 1 mm breiðari en steinin. Við látum þetta sem slæta. Hér er ég búin að festa hringinn í grafkúluna, finn svona sirka bát miðjuna með rennimálinu. Því næst finn ég kjarna aðeins úr þannig að þessi auðveldara fyrir mig að bora með kúlufræstum. Þetta er gert svo að kúlufræsin renni ekki upp á. Ég byrja með lítinn kúlufræs, hér er ég með 0,8 mm. Hægt og rólega trappa ég mig upp í 1,4. Þó steinninn sé 1,5 mm þá vil ég frekar vera með kúlufræs sem er örlítið minni og bara svona snúa honum svolítið í gatinu. Og meðan ég er að bora þá er ég alltaf að snúa kúlunni af því ég get aldrei borað akkurat beint. Þannig að það eykur líkurnar á því að ég bori beint með gat. Nota ég hér býflugnavaxsnið til að koma steininum ofan í gatið og svo nota ég hinn endan á prikinu sem býflugnavaxið situr á til að svona aðeins ýta létt ofan á til að reyna að ná steininum þokkalega beinum. Næst tek ég þennan messingpinna sem hefur verið póleraður, legg hann alveg upp við puttann svo ég renni ekki og þrýsti svo öllu afli niður. Steinninn er demantur, hann er mjög harður. Líkurnar á því að messing brjóti demant eru mjög litlar og ég vil frekar ýta honum, ég vil að gatið sé lítið og ég vil ýta steininum fast ofan í og ég vil að hann siti smá fastur áður en ég fyrir að snúa í kringum hann. Hér er ég bara að passa að steinninn siti þokkalega beinn. Þegar ég er orðin viss það að steinninn situr ágætlega beinn þá byrja ég hægt og rólega á því að snúa pólustálinu í kringum steinin. Ég er að ýta málminum niður yfir steinum eins og ég get. Ég vil reyna að gera þetta í eins fáum handtökum og ég get. Hér er ég með heldur oddhvassan prjón af því að steinninn er lítill. Og ég byrja á því að halda pólustálinu í sirka 45 gráðu halla. Þetta eru litlar hreyfingar hægt og rólega allan hringinn. Hér sé ég að það glitrar aðeins á steinin þegar ég er að snúa. Það segir mér tvennt, bæði það að ég er að snerta steininu pólustálinu sem er ekki gott, ég vil ekki vera að gera það. Og steinninn er ekki nægilega fastur, ég hef ekki ýtt honum nógu fast með messingjárninu eða að gatið var of stórt fyrir steinin. En við látum það ganga. Hér kemur svo inn með aðeins breiðari pólustál og held þá í cirka 75 til 80 gráðu halla fer svona meira ofan á. Nú er steinninn farin að sitja ágætlega fastur, ég kom í aðeins stærri hreyfingar. Ég vil gera þetta í sem fæstum hreyfingum því að ég herði málminn að ég er alltaf að gera smá og smá í einu. Og þetta verður þá erfiðara og erfiðara, sérstaklega við erum að vinna í hörðu málmi. Hér get ég þá farið að losa hringinn úr, kíkt á það hvort að þetta sé nógu vel gert hjá mér. Það sýnist þetta að vera þokkalegt, ég sé að steinninn stendur aðeins upp fyrir brúnina á hringnum sem er akkurat eins og ég vil hafa með svona lítinn stein. Til að vera alveg viss að steinninn siti fastur í þá set ég hringinn aðeins ofan í hljóðbylgjupott í nokkrar mínútur.
Ef steinninn væri laus myndi hljóðbylgjunni hrista hann úr en hann situr fastur. Þetta lítur ágætlega út. Ég sé að það er jafnkantur hringinn kringum allan steininn. Steinninn situr aðeins fyrir ofan endan á hringnum, stendur aðeins upp úr honum, akkurat eins og á að vera. Og þá er þessi hringur tilbúinn. Það var aðeins verið pólvað yfir hann í lokin en þetta er bara búið.